Góðan daginn og velkomin á þennan fjarfund á vegum Stjórnvísi og Deloitte. Stjórnvísi stærsta stjórnunarfélag á landinu, stofnað 1986 og inniheldur 4.000 meðlimi, aðila frá tæplega 400 fyrirtækjum á landinu. Og við skipuleggjum okkur í faghópa, við erum með 23 faghópa í allt sem fjalla mismunandi viðfangsefni og fjölda funda yfir árið. Síðan eru 2 stóri viðburðir á vegum Stjórnvísi á hverju ári. Það annars vegar afhending stjórnunarverðlaunanna og síðan hins vegar haustráðstefna Stjórnvísi sem var einmitt haldin núna í síðustu viku. Nú, eftir að hremmingarnar út af kórónuveirunni byrjuðu hérna, þá hefur mikið verið talað nýsköpun sem leiðina fram á við. Og þegar við tölum nýsköpun þá áherslan mjög oft á frumkvöðla og sprotafyrirtæki. En nýsköpun ekki síður mikilvæg og jafnvel ennþá mikilvægari í hefðbundnum og rótgrónum fyrirtækjum. Og tilgangurinn með þessum fundi, sem við erum að halda núna í samstarfi við Deloitte, að það einmitt að fjalla þetta. Hvernig leysum við sköpunarkraft fyrirtækja og læðingi? Nú, til þess að fjalla þetta höfum við fengið Björgvin Inga Ólafsson, ráðgjafa hjá Deloitte, og Birnu Dröfn Birgisdóttur, doktorsnema við HR, og þau ætla að fara við þetta efni núna á eftir. Nú, sköpunargleðin getur losnað úr læðingi við ýmsar aðstæður. Og það einmitt oft breytingar og kreppur og erfiðleikar sem að verða jarðvegurinn fyrir nýjar hugmyndir og nýjar nálganir. Og þannig getum við kannski sagt að COVID sem við göngum í gegnum núna, þetta hríðarkóf, að það sé einmitt veður til að skapa. Og hvers vegna tölum við veður til að skapa? Þessi yfirskrift kom eiginlega svona upp úr spjalli okkar, Birnu og Björgvins, og kemur úr kvæði eftir Tómas Guðmundsson. Og fyrst að Björgvin var svo sniðugur að senda okkur Birnu fyrsta erindi úr kvæðinu, þá ætla ég bara að lesa það fyrir ykkur. Það hljómar svona: Ef hjarta mitt dapurt og lífið lítils virði, það léttir mína byrði að hverfa út úr bænum. Ég drekki mínum trega í silfurbjörtum sænum og suður með skerjafyrði hef ég gert það iðulega. En þó ég sé trúaður og gangi þangað gjarna, þá get ég ekki búist við að mæta drottni þarna. En drottinn sagði við mig: Nú vor allan geiminn, nú veður til að skapa. Og lengi hef ég ætlað mér að endurbæta heiminn. Og við erum öll í því sem við erum að fást við frá degi til dags, einmitt alltaf að reyna að endurbæta heiminn á einhvern hátt. Og til þess að endurbæta heiminn þá þurfum við nýjar hugmyndir, við þurfum nýsköpun, við þurfum sköpunargleði. Nú, það ekki vor eins og í kvæðinu, það haust og þar að auki þá það meira, eins og við höldum fjarlægð, við horfum tortrygginn á næsta mann undan grímunni og óttumst að frá honum berist eitthvað annað heldur en smitandi hlátur. En það einmitt við svona aðstæður, og ekki síst við svona aðstæður, sem að sköpunin svo mikilvæg. Og þess vegna getum við sagt að COVID sé einmitt veður til að skapa. Nú, eftir því sem að fyrirtæki verða rótgrónari, að þá festast alls konar hefðir og venjur í sessi. Við getum sagt að fyrirtækin stífni ef við getum notað það orð. Og þess vegna það ákveðin áskorun að gera hefðbundin fyrirtæki í stakk búin til þess að stunda raunverulega nýsköpun. Og þetta það sem að þau Birna og Björgvin ætla að fjalla í dag. Nú, Björgvin ætlar fyrst að fjalla hans erindi kallast Hverjir eru lykilþættirnir sem þurfa að einkenna stefnu og menningu fyrirtækisins til að skapa frjóan jarðveg fyrir sköpunargleðina. Og að því loknu að þá ætlar Birna að tala og hennar erindi heitir Hvaða aðferðir geta starfsmenn notað til að nýta og efla sköpunargleði innan fyrirtækisins. Nú að erindunum loknum þá eru boðið upp á spurningar og það hægt að senda þær bæði gegnum streymið á YouTube og síðan líka hægt að senda þær tölvupósti á netfangi sem hérna upp á glærunni. Björgvin, gjörðu svo vel. Saman í höfuðstöðum Deloitte í Kópavogi. En ég var mjög þakkláttur Þorsteini að leyfa mér að taka þátt í þessu með Stjórnvísi og pæla í sköpunarkrafti og þessum skemmtilega vinkli hvort að fyrirtækin leiki þær hlutverk og hvernig fyrirtæki
geta elt sinn sköpunarkraft og ekki síður tryggt það að sköpunarkrafturinn og breytingar, kannski í víðum skilningi, geta haft áhrif á fyrirtækin. Svolítið skrítið að vera hérna klukkan 8 í Kópavoginum í svona vinalegu stóru fundarherbyggi og tala við ykkur og svona vita ekki hvernig ykkur líður. En ég vona allavega að þið séu komin með kaffibollann og tilbúin að fylgja okkur hérna af stað út í daginn. Það er nákvæmlega sem þannig sem það á að vera. En sköpunarkrafturinn er þarna einhvers staðar og kannski byrjum á okkur svona skilgreiningum. Það er að segja, þetta er hæfileikinn til að búa eitthvað til að skapa eitthvað. Og þá erum við eiginlega komin einu skrefi lengra heldur en bara að fá hugmyndina að skapa eitthvað. Og það er það sem mér finnst svo áhugavert þegar ég byrjaði að pæla í þessu eftir að við Birna og Þorsteinn fórum að hittast, er af hverju er erfitt stundum að komast úr hugmyndinni í framkvæmdina. Í að láta þennan kraft sem við viljum svo svakalega virkja og þessa sköpunargleði sem við viljum að smitist inn í fyrirtækin, láta því raunverulega hafa áhrif. Við tölum oft sköpunarkraft fyrirtækja, en við tölum líka á hversu erfitt okkur reynist að tryggja að hann hafi áhrif á fyrirtæki okkar og rekstur. Og maður velti þá fyrir sér á hverju það er. Eru fyrirtæki í alvörunni að setja þennan sköpunarkraft í öndvegi? Og þá fannst mér ágætt að byrja að spyrja mig, ok, hvernig kemst ég að því? Hvernig getum við átt okkur á því hvað fyrirtæki setja í öndvegi? Og það ákvað ég að kíkja á nokkur af svona gildum íslenskra fyrirtækja. Og þó að gildi segi kannski ekki endilega hvað fyrirtæki eru, þá gefa það minnst einhverjum vísbendingu hvað þau vilja vera. Og ef maður horfir á þennan lista hérna, þá er svona næstum því tilvíðanlega kennt hvaða fyrirtæki ég ákvað að tekka á. En við sjáum það að gildin sem eru nefnd eru svona með tilvísin í rekstur og svona kannski einhverju leyti svona skammtíma árangur. Auðvitað eru hlutir eins og traust og virðing, en það er líka orð sem eru dálítið oft eins og ráðdeild og einfaldleiki. Það er kannski helst að orðið framsækni sem við sjáum hérna dálítið, það sé svona í þá átt sem við erum að tala En við sjáum ekkert mikinn sköpunarkraft. Þá er spurningin sko á hverju það er. Ég held áfram að leita og fann hérna 2 viðbót sem eru með sköpunarkraft beinlínis í sínum gildum og 1 erlend, 1 amerískt dæmi. Og þetta voru Matís og FB, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti. Mér finnst það svolítið áhugavert. Ég er viss að það er mikill sköpunarkraftur í Fjölbraut í Breiðholti og í Matís. En ég hefði kannski vilja sjá fleiri fyrirtæki, eða fyrirtæki yfir höfuð, sem hefðu sett þetta svona á oddinn. Fannst það líka svolítið athyglisvert þegar ég var að leita erlendu dæmunum að það skyldi koma upp Airbus frekar en eitthvað annað þarna og svo las maður hans meira af hverju og þá er alveg augljóst að Airbus fannst fyrirtæki ekki nógu skapandi og ekki nógu gott að breytast. Og ég seti þetta svolítið í samhengi við breytingar í heild. Það er að segja áskorunin við að breyta fyrirtækjum er eiginlega sama áskorunin og þú ætlar að breyta fyrirtækjum í gegnum þann sköpunarkraft sem þú ætlar að virkja. Það fyrir maður betri í það. En svo veltir maður fyrir sér, á hverju eru þessar breytingar erfiðar? Á hverju er erfitt að virkja sköpunarkraftin sem við tölum svo oft og á hverju reynist stærri fyrirtækjum og rótgrónni fyrirtækjum erfiðar að gera það heldur en nýjum sem er að svona feta sín fyrstu skref. Og þá er spurningin sko, hvað er fyrirtæki? Fyrirtæki er nefnilega svolítið svona merkilegt fyrirbæri, maður fer svona svolítið í heimspekilega endan á sig. Þá er fyrirtæki svona. Fyrirtæki eru skipulögð eining, þetta er svona lögformlegt skipulag sem lítur ákveðnum reglum. Það er regluverk, það er goggunarröð. Þau eru ekki beinlínis teiknuð upp til að bregðast við hinu óvænta. Þau eru teiknuð upp til þess að bregðast við þeim verkefnum sem þau hafa sinnt. Og það er svolítið svona augljóst þegar maður segir það, að þau eru ekki beint eins og eitthvað
eitthvað djasslag þar sem einhver tekur bara sóló af því að hann langar til að taka sóló. Það alveg augljóst hver gerir hvað og hvernig boxin fitta og ef hlutirnir að breytast mjög hratt eða það kom einhverja brjálaðir menn og konur inn í fyrirtæki og vilja gera hlutin öðruvísi, þá passar það ekkert endilega inn í þetta. Þetta ekki eins og hlaupatúr, þar sem þú ákveður bara hlaupa út af stígnum af því að þið langar til þess. Þið bara leið þannig að það væri rétta hugmyndin. Þú ert að feta svona einstigi fyrirtækisins í gegnum þetta skipulag. Og þeir sem eru skapandi, þeir ekkert endilega auðveldast að vera í svona. Þeir vilja fljóta þeir vilja taka sólóið, þeir vilja vera aðeins kvikari heldur en svona skipulag býður upp á. Og þá þurfum við að velta fyrir okkur, hvernig brúum við þetta bil? Hvernig getum við hjálpað þeim sem passa vel í þetta að vinna með þeim og nýta þá og þau sem eru það ekki. Og þá veltum við fyrir sér byrju, við erum með þessa kassa, við erum með þetta skipulag sem við erum alltaf að vinna eftir, en við viljum samt rífa okkur út úr því með einhverjum hætti. Og þá veltum við fyrir okkur, hvað þessi sköpun? Hvað þessi sköpunarkraftur sem við erum að tala um? Sköpunarkrafturinn þrífst ekkert í þessum boxum, þar sem við erum að hugsa ráðdeildið einfaldlega. Hún þrífst einhver leyti í þessari framsækni sem við ætlum að ná fram. Þá er að velta fyrir okkur hvernig virkjum við það. En því að framsækni felur eiginlega í sér að þú ætlir að prófa, alveg eins og í sköpunarkraftinu. Þannig ég ætla, svona getum leyft okkur að halda þangað. En sköpunarkraftur felur líka í sér að leyfa okkur að gera mistök. Og ekki bara leyfa okkur að gera mistök, heldur beinlínis vilja gera mistök. Af því að ef þú gerir ekki mistök, þá ertu örugglega ekki búin að prófa þig nógu mikið áfram. Þú ert ekki búin að setja þig út á þann jaðar hins mögulega sem breytingar þrífast á. Og þetta eitthvað sem þú beinlínis mátt ekki einu sinni bara búast við, heldur beinlínis stefna að. Þú veist að eiginlega helst að gera slatta af mistökum á hverju ári til þess að vera viss það að þú sért að ýta þér út á jaðarins mögulega eins og kostur Og það getur verið erfitt. Og svona eitt af frægasta, mestu klísju mistökum síðustu áratuga í viðskiptum þetta. Það að segja, miðjan 9. áratuginn fannst Coca-Cola fyrirtæki vera að missa flugið. Það væri að verða samdauna, það væri að gera sama og það alltaf gert og ekki ná að bregðast við því að Pepsi var að sækja fram af meiri krafti en áður. Og þau fóru í rosalega mikla vinnu, þau fóru í rosalega mikla rannsóknir og ætluðu að ýta sér út á jaðarinn að breytast. Virkja kraftinn í fólkinu til þess að breyta og bæta eins og við viljum gera og bregðast við því sem umhverfið var að kalla á. Og þau fóru í vegferðina með New Coke. Og eftir mikinn undirbúning fór að loftið og ég ætla að skella hérna einni gamalli auglýsingu svona aðeins til þess að gera þetta líflegra og það alltaf klassískt þegar maður með svona erindi að vera mest stressaður á þeim tímapunkti þegar maður ætlar að skella myndband í gang. Þannig að nú ætla ég að setja myndband og ég ætla að búast við það virki, sjá hvernig þetta fer. Ég ætla að smölla mér hérna upp, sjá þessa arfa slöku gömlu auglýsingu. Introducing the great new taste of Coca-Cola. The best tasting Coke in the history of ever. It's a hit. It's a Coke. Coke is it. It's Coca-Cola with a new taste, a new sensation, a new explosion of wonderfulness in your mouth. Go ahead, try it. It's just how you feel when you know it's for real. We've got the taste. It's a kick. It's a hit. It's a Coke. Coke is it. Já, þeir voru sett búin að lenda í því að í bragðprufum valdi fólk Pepsi. Og svo gerði þeir nýjar bragðprufur og þá valdi fólk nýja kókið. Og þau vanmátuðu aðeins stöðuna og föttuðu ekki að fólk myndi sakna gamla, fæ ég ekki svona spóla, svona.
Það er bara ekki svona. Fólk fattaði ekki að þau myndu sakna gamla kóksins síns. Það er að segja, það var ekki nóg að finnast nýja kókið bragðbetra, heldur þurfti að líka að valkosta að fá að drekka sitt gamla kók. Og það var lærdómur fyrir kók. Það var allt brjálað í Bandaríkjunum sérstaklega. Þetta var nú fyrst og fremst þar. Og það voru greinar eins og þessi, fræg grein sem skrifa á afmælisdaginn minn þegar ég var 7 ára í Chicago Tribune. Og bara þegar ég bara hætta við þetta, ég er brjálaður, brjálaður Bob og nýja kókið er bara rugl. Og það er rosalega auðvelt að horfa á þetta tilbaka og segja, þetta voru bara aular hjá kók. Þeir hefði ekki átt að gera þetta hefði verið augljóst. En þau fóru út á jaðarinn, þau leituðu svara og reyna að virka þann kraft sem í fyrirtækinu fólst og þau gerðu þetta vel. Þau fóru í allar þessar rannsóknir og þá skoðu þetta. En þau hefði ekki gert þetta áður. Og þar af leiðandi virkaði þetta ekki. Eða kannski virkaði ekki þetta bara gert það áður, heldur bara því að svoleiðis bara getur gerst. En þetta kostaði kók mjög mikið. En spurningin er, var þetta í rauninni vont fyrir kók? Tapaði kók til langfram á því að hafa mistekið svona hrapalega. Og ég er ekkert svo viss um það. Ég held nefnilega að það sem kók lærði af þessu hafi verið meira virði heldur en sú formúða sem þau töpuðu á því að hafa markaðsett vöru sem bara gekk ekki upp. Þau lærðu það að þau ættu að vera trú vörumerkinu og vera auðmýkri gagnvart því sem það var og þá þeirri þýðingu sem það hafði í lífi fólks. Og þetta hefur kók talað mjög mikið eftir að þetta gerðist. Og þau segja, við þurfum áfram að virkja kraftin í fólkinu, við þurfum áfram að virkja sköpunarkraftin í okkar sérfræðingum og okkar besta fólki. Af því að ef við gerum það, þá munum við finna svörin, við munum gera mistök, en við verðum að fá að gera þau og við þurfum bara að bregðast við. Og þá skellti ég náttúrulega Shakespeare upp og þetta er úr Hamlet og þetta er fyrsta skipti sem ég vitna í Hamlet svona í veffundi, kannski af því að þetta er fyrsti veffundurinn sem ég tek svona þátt í. En ver trúr þér sjálfum því af því leiðir eins og dagur kemur eftir nótt að þú munt engan svíkja. Þannig að þau lærðu það eins og Polonius í Hamlet að bara vertu hreinn í þinni trú á þínu vörumerki og þínum anda og þá eru þið allir vegið færir. Og til frekari rökstuðnings þá hefur gengi kók bara verið nokkuð öflugt síðan að þetta var og svona 5-10-falt meðal ávöxtun viðmiðunarvísitölunnar S&P 500 þannig að við getum tekið bæði Shakespeare og markaðinn til þess að komast að því að þetta hafi kannski ekki verið svo galið. Fyrirtækið stendur mjög sterkt og heldur áfram að breytast og þróast og ég held að sé að hluti til vegna þess að þau lærðu það á þessum erfiðu dögum miðjan 9. áratuginn að það gengur ekki alltaf allt upp en þú verður að hlaupa og þú verður að reyna. Af því það er nefnilega alveg öruggt að þú tekur ekkert skot, þá skorar ekki og ef þú tekur einhver skot, þá skorar ekki alltaf. Og hvoru tveggja er bara gott. Af því ef þú ætlar að virka kraftinn í sköpuninni, þá verður þú beinlínis að búa til hvatana og skipulagið til þess að gera mistök, svo þú getur náð árangri sem er á jaðri þess sem þú taldir mögulegt áður. Og þannig á sköpunin einmitt að virka. En ef að sköpunarkrafturinn næri ekki að vera inn í gildum fyrirtækja, skiptir þetta í alvörinu einhverju máli? Akkur ef þetta næri ekki þarna upp, hvernig skiptir þetta máli? En sköpunarkrafturinn er svona einhver brú að breytingum og ef að þú vilt ekki breytast eða getur ekki breyst, þá getur illa farið og í svona erindi þá verður maður eiginlega að taka sama pólinn og Ólafur, prófessor í Háskólanum Reykjavík, gerði ágætis grein í Morgunblaðinu í gær, er að taka Blockbuster. Þannig að Blockbuster fékk tækifæri til að kaupa Netflix fyrir skít og kanil fyrir mörgum árum síðan og Reed Hastings, forstjóri og stofnandi Netflix, segir frá því í nýrri bók að hann hafi verið alveg drullu stressaður þegar hann mætti á fund Blockbuster og
og bauðum að kaupa fyrirtæki fyrir $50 milljónir sem þeir höfnuðu. Og við höfum fylgst með Blockbuster sögunni þróast í mörg ár úr því að vera leiðandi á sínum markaði í að bara hverfa, fara á hausinn. Og forstjóri Blockbuster sagði mjög oft bara að þau hefðu alveg vitað að þetta væri vandamál og þau væri þyrft að breytast. Þau bara gátu ekki. Og þau gátu ekki búið til þann kraft sem þurfti til þess að eiga við þessa kalla og konur, Reed Hastings og félaga. Því ef þú getur ekki breyst og markaðurinn að breytast, þá eiginlega eina sem öruggt að þú bara ferð úr sögunni og það koma einhverjir aðrir og taka við. Og það það sem fyrirtæki þurfa kannski að hugsa sem rökstuðning fyrir því að virkja þann sköpunarkraft sem í fyrirtækjunum getur falist, að þú vilt ekki enda þarna. Hlutinni gerast kannski ekki nákvæmlega eins og áttu von á. Þú veist ekki hvar sigrarnir munu verða, en þú munt þurfa að skapa til að bæta. Og þannig verðum við að hugsa þetta. En þá er spurningin, hvernig gerum við þetta? Og mér finnst svolítið gott að velta þessu fyrir sér með þessari frábæru breytingu á jöfnu sem einhvern tímann rakst maður á og tileinkaði sér. Það að segja, til þess að breytingar verði, þá þarftu að hafa skýra framtíðarsýn. Þú þarft að hafa hæfnina á réttum stöðum og rétta fólki að sinna því sem þarf að sinna. Þú þarft að hafa réttu hvatana til þess að takast á við þau verkefni sem þú vilt koma áleiðis og breyta. Þú þarft að hafa réttu resursana og þú þarft að hafa eitthvað plan til þess að koma hlutunum í verk. Þetta eru fjölmargir þættir og frekar ólíkir, en án þessara samfellu þá munu ekki verða breytingar. Þú nærði ekki að virka þann kraft sem til staðar einhvers staðar í leinum. En ef þú gerir þetta, þá verða breytingar. En breytingar eru erfiðar. Þú þarft að ná þessu öllu saman. Því ef þú nærði þessu ekki, til dæmis ef þú sleppir því að vita hvert þú ert að fara, vanti framtíðarsýn, þá gerist ekkert gott. Það verður einfaldlega til ruglingur. Það gerir einhver eitthvað sniðugt, en það mun ekkert lifa af því að þetta hefur ekki tengsli þinn kjarna eða það sem fyrirtækið að stefna að. Það í besta falli peppast einhver upp í stuttan tíma, en það mun ekki breyta fyrirtækinu. Og eftir nokkra daga verður þetta allt saman gleymt. Svo þetta líka spurningum, ef við förum aftur tilbaka í gildin, ef að framtíðarsýnin snýst ráðdeildni og einfaldleika, þá ólíklegt að þú verði góð í því að skapa eða gera mistök. Þú þarft nefnilega að vilja gera mistök. Og hér dæmi úr stóru fyrirtæki sem gerði sér grein fyrir þessu og gerði tilraunir til þess að breyta sínum fyrirtækjabrag og sínum menningu með það fyrir augum að umbera mistök betur. Og mér þótti þetta mjög merkilegt þegar ég sá þetta fyrstu sinn frá spænska stórbankanum BBVA að þau ætlaði að leggja meiri áherslu á error tolerance eða umburðarlyndi fyrir mistökum í sinni starfsemi, sinni menningu. Allt gert til þess að ýta sér betur út á jaðar hins mögulega. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt og eitthvað sem við verðum að tileinka okkur betur og eigum mikil tækifæri í. Af því að við komum aftur í þetta, ef þú vilt ekki gera mistök, þá myndu örugglega ekki gera eitthvað magnað. Og ef við þurfum frekari rökstuðning heldur en einn banka á Spáni, þá getum við farið í svona akademiska grein sem doktorsneminn Birna þekki kannski og segir okkur betur frá einhvern tímann. En þú veist, punktur þessa greinar einfaldlega að sá að ef að þú ert góð í því að umbera mistök, þá nærðu meiri árangri. Og auðvitað finnst maður það augljóst eftir það sem ég er búinn að vera að segja, en það ágætt að fá svona staðfestingu. En þetta er bara mjög erfitt. Og meiri segja fyrirtæki eins og Facebook sem ekki þessi rótgróni fyrirtækjabragur sem mörg fyrirtæki að glíma við, heldur á að vera framsækið og nýmóðins, fór af stað með svona gildi eða sýn það
að hreyfa sér hratt og svona eiginlega byrjast vægðar þegar það klikkar. Það er að segja move fast and break things. Svona skemmtilega vilt. Og hafði örugglega mjög mikil áhrif á það hvernig Facebook þróaðist á sínum fyrstu metrum og fór úr því að vera eiginlega ekki neitt í að vera eitthvað mjög mikið. En þau gáfust upp. Þau þorðu ekki að halda þessu til streitu. Og núna er þetta move fast with stable infrastructure. Það er að segja, við reynum að hreyfa okkur hratt, en þurfum að leggja áherslu á öryggi. Og ég held að það sé ekkit skrítið að manni finnst augljóst að trúa því að þetta hafi hægt á. Það sem sé í þeirra heimi síðustu ári er allt í einu kom Instagram og þeir þurftu að borga $50 million eða hvað það var til þess að kaupa það. Svo kom TikTok og þeir náðu ekki einu sinni að kaupa það því það væri of stórt og mikið til þess að ríkið myndi leyfa það. En það er engin brjálu nýsköpun búin að eiga sér stað í Facebook á síðustu árum. Og í mínu heimili þá finnst syni mínum unglingnum Facebook álíka töff og ég og það er bara ekkert sérstaklega töff. Og maður sér ekki þetta sé að móta næstu ár samfélagsmiðla með sama hætti eins og það gerði á síðasta áratug þegar við vorum svona fett okkur fyrstu skref í þessu. Og ég held að það sé þarna. Að fara úr því að hreyfa sér hratt og biðjast vægðar og hreyfa sér hratt en halda uppitímanum góður. Ég er alveg viss það að uppitíminn á Facebook er betri núna heldur en fyrir 10 árum. En ég er viss að nýsköpunin og sköpunarkrafturinn sem þarna til staðar hann er aðeins farin að fölna. Og það er miður, en það er skiljanlegt. Það sýnir að þau þurfa að halda sér á tánum eins og allir hinir. En þá höldum við úr ruglingnum inn í það hvað gerist ef að hæfnina vantar. Ef að við vitum ekki alveg hvað við ætlum að gera. Við skiljum fyrirtæki ekki nógu vel eða vitum hvernig við eigum að gera hlutina. Bara það rétta fólkið ekki sett í hópinn til að leysa það sem þarf að leysa. Skilur kannski ekki fyrirtækjabræði nógu vel eða hvernig hlutinni komast í verk. Og þá verðum við bara áhyggjufull. Þá munum við bara ekki ráða við þetta og við verðum bara kvíðin. Höldum bara áfram. Ef við höfum ekki réttu hvatana, ef við höfum ekki mæld á því sem skiptir máli til framtíðar, ef við höfum mæld á árangri síðustu verkefna, frekar en þeirra verkefna sem við myndum vilja sinna eða telum rétt að gera, þá erum við ekki að fara að gera það mjög vel eða mjög hratt. Og ef við erum aftur að stefna því að auka ráðdeild eða einfaldleika, þá erum við örugglega ekki að fara að gera mikið af tilraunum og þá gerist þetta hægt eða gerist það annað borð. Við getum haldið áfram og þá förum við þá krafta sem fara í verkefni, eða resursa, hvort sem það er fólk eða tækni eða lausnir. Og ef þá vantar og við erum með allt hitt, þá erum við ennþá í vandræðum. Því þá erum við bara pirruð. Við erum með planið, við erum með hæfnina til að gera þetta, við erum með réttu hvatana, en við fáum bara ekki það sem þarf. Og þá virkjum við heldur ekki sköpunarkraftin. Og við sjáum alltaf að við rúllum niður þessa ágætu jöfnu að þetta er bara drullu erfitt. Og við þurfum að gera okkur grein fyrir stóru myndinni ef við ætlum í rauninni að hreyfa við þessu. Og þá getum við hugsað hvernig reynum við að hreyfa við þessu í dag. Og við förum oft í svona hackathon. Og hérna er verðlaunagripurinn fyrir hackathon-keppni sem heitir heilarhristingur og ég ætla aðeins að ræða. Í svona hackathonum þá koma saman oftast nær svona góðhjartaðir nýsköpunar og sköpunar eldhugar í fyrirtækjum. Koma saman á sunnudegi, búa til eitthvað plan, teikna eitthvað á blöð eða forrita eitthvað einfalt eða búa til eitthvað svona skissur og koma með eitthvað alveg nýtt. Oft eru þetta ungir eldhugar sem eru búin að starfa í fyrirtækinu kannski tiltölulega skamman tíma, hafa séð margt sem að og finnst augljóst að það þurfa að breyta. Fari í gegnum daginn, kynna fyrir varankunnum hópi andans manna og stjórnenda hvað þurfa að gerast og svo fara þær heim. Þetta er kannski ekki fólki sem þekkir fyrirtæki best og fólki sem kannski ekkert endilega ræður miklu. Og það sem gerist oft er að það gerist ekki neitt. Af því að það þurfti meira til heldur en bara þetta. Það þurfti meira til heldur en að fólk sem brennur fyrir vandamálinu
bendi á það. Að stundum þarf meiri skilning á því hvernig fyrirtækjabragurinn virkar og hvernig fyrirtækið hugsað. En það þarf líka svona skýrari vilja þeir sem skipulega þetta á góðum hug til þess að skuldbinda sig til þess að þetta komist til aðgerða. Og þetta gerði ég einu sinni og með þessum góða hug stiltum flottu fólki upp, eyddi heilum laugardegi að koma með nýjar hugmyndir og nýjan kjarna og þetta var mjög flott en það gerist ekki neitt. Ég og hinnir sem vorum að gera þetta, við vorum bara ekki alveg nógu flott eins og þau. Af því við settum þau í þar aðstöður að koma með eitthvað á þess að skuldbinda okkur til þess að gera eitthvað með þetta. Og ég held að við sjáum þetta mjög oft, af því að þetta var of langt. Það sem var lagt til og það sem var sniðugt var of langt frá kjarna og menningu fyrirtækisins til þess að geta haft áhrif. Þannig það var innan gæsalappa ekkert svakalega erfitt að koma með hugmyndirnar að breytingunum. En það var alltaf eitthvað annað sem var sett í forgang. Það var fullt af öðrum verkefnum sem var bara að ríma betur við einfaldleikan og ráðdeildina eða bara áætlanir að gera næsta árs. Af því það þetta sem svo tricky, er það að búa til kúltúr eins og BBFA var að reyna að gera, að það er þessi vilji til að gera mistök sem verður að vera til staðar. Því að ef hann er ekki til staðar, þá gerist ekki neitt. En það sem líka þarf að gerast er að samsetning hópsins af þeim sem tekur svona að sér þarf líka að tryggja að hæfnin og resursarnir séu rétt samsettir. Oft í svona hópum þá fáum við þá til þáttöku sem brenna fyrir þessari sköpun og það er frábært. En það fólk á það til, sérstaklega þegar þetta er svona yngra hópur sem er með litla reynslu í fyrirtækinu, að skilja kannski ekki fyrirtæki, skilja kannski ekki verkefni í þaula og ekki á hverju það hefur ekki komið til framkvæmda. Og það er allt í lagi. Það væri mjög gott að brúa þetta bil, fá ekki bara þessa eldhuga að verkinu, heldur líka þá sem bæði ráða og vita á hverju hlutirnir hafi ekki gengið upp til þessa og dílar við pólitíkina og veit hvernig innleiðingin virkar í þessi fyrirtæki. Og ég tilhneigingu til að kalla þetta kassafólkið. Þetta er fólkið sem þarf að gefa krafta í verkefni með þessum skapandi til þess að koma þessu af hugmyndastiginu yfir á alvöruna. Þetta er fólkið sem er þarna. Þetta er fólkið sem er kannski í kössunum þarna eða sem meira skilur kassana og langar til þess að fara í kassana seinna. Þeir sem eru bestir í að benda á hugmyndirnar eða koma með nýju hugmyndirnar ekkert endilega þar. Það fólk langar ekkert endilega að vera þarna. En það veit hins vegar hvernig á að hreyfa við. Og kassafólkið og í skapandi þurfa nefnilega að vinna saman til þess að breytingarnar verði. Það er nefnilega, í þessu samhengi alltaf rosalega mikilvægt að vera skapandi. En það er í rauninni auðveldara að vera skapandi, heldur að vera skapandi og koma hlutunum í verk. Af því að það þarf svo mikið til, eins og breytingajafnan segir okkur. En þetta snýst í rauninni alltaf að láta verkin tala. Og það er bara þessi kúnst sem við erum alltaf að glíma við og eftir á að hyggja maður sér að miklu erfiðari heldur en það bara að skipuleggja flottar keppnir eða skipuleggja svona einhverja sniðugar uppákomu sem eiga að efla sköpunarkraftin í fyrirtækjunum. Því hann verður ekki eldur svona í alvörunni nema hann fari inn í eina kjarna, nema við komum í svona erindi eftir einhver tíma og eigum auðveldara með að horfa á gildi fyrirtækja og þeirra grundvallar aðgerðir með það í huga að það sé verið að drífa breytingar. Að það sé framtíðarsýn, hæfni, hvata, resursar og aðgerðir sem eru til þess fallnar að gera ekki bara ráðdeildi og einfaldleika og allt það sem snýra áætlanagerð næsta árs og því heldur líka að hreyfa við og lenda ekki í aðstæðum eins og Blockbuster. Því þá má virkja sköpunarkraftin og breytingar á fyrirtæki verða til hins betra. Og
því fyrirtækin ekkert hönnuð til þess að breyta. Og þessi hópur hér, þeir sem sitja hér, þurfa að gera sér grein fyrir það, hvernig þau þurfa að haga sér. Þau þurfa að búa til hvatana og alla hina þættina til þess að ýta þessu til. Við séum ekki bara að vinna í hversdeginum, þó að við séum best í því sem stjórnendur. Þannig að kassafólkið og hinni skapandi þurfa einhvern veginn að finna styrkleika hvors annars. Best væri náttúrulega auðvitað að þeir sem ekki svona kassafólk séu í einhverjum af þessum kössum. En það reynist þeim oft erfitt. En hérna væri hins vegar mjög gott ef að sú sem situr í efsta boxinu skilur okkur það væri mikilvægt. Þannig að við bindum þetta aðeins saman og aðeins hérna á svona aðeins öðrum nótum, þá getum við spurt okkur spurningar sem Þorsteinn opnaði fundum með þeirra. Hvernig verður við til að skapa? Þannig við bætum við breytingajöfnuna og römmum þetta aðeins inn aftur. Þá það þannig að við þurfum samhent teymi. Við þurfum teymi sem gerir sér grein fyrir styrkleikum hvers annars og ólíkt. Það bæði kassafólkið og hinni skapandi og þetta fólk þarf að geta rætt saman út frá styrkleikum hvers annars og hversu ólík við erum. Það þarf að vera opin samskipti. Við þurfum að búa til okkar aðgerðaplanið sem nefndum, en það þarf líka að vera sveigjanlegt. Við þurfum að átta okkur á því að við vitum eiginlega ekki neitt. En við þurfum að búa okkur undir það að við vitum kannski einhvern tímann eitthvað. Og svo í fjórða lagi, sem eiginlega kannski það sem ég myndi helst vilja að þið myndi muna eftir morgunspjallið mitt, að við verðum að umbura mistök. Af því án mistaka verða ekki framfærir, af því þá förum við ekki út á jaðarinn. Þannig að það þetta umburlyndi gagnvart mistökum sem reynist rosalega erfitt, en algjört lykilatriði í því að búa til eitthvað nýtt. Það þess vegna sem við sjáum nýsköpunarfyrirtæki geta gert hluti sem rótgrónafyrirtæki geta ekki. Og það það sem svo stórt tækifæri fyrir rótgrónafyrirtæki að bæta sig í. Og ég held að það sé eitthvað sem við munum geta lært líka af doktorsnefnunum Birnu sem ætlar að taka við þegar ég klára hérna. En ég bara búinn og vona að kaffibóllinn hafi verið góður og ég hef ekki náð að svæfa ykkur fyrir 9. Það hefði verið svolítið fyndið. En bara takk hérlega fyrir mig og vonandi höldum við þessari vegferð áfram fyrirtækjum og fólki til bóta. Takk fyrir mig. Allir salurinn trillist að fögnuði. Þannig að ég ekki bara gera svona. Já, takk fyrir. Spritta sig fram og tilbaka. Já, nákvæmlega. Svona. Já, komið sæl. Ég ætla að tala litla sigra og mikinn ávinning. Og mig langar að byrja á því að segja ykkur söguna mína. Fyrir rúmum 3,5 ári síðan, en það var ég og maðurinn minn og 11 mánaða gamla dóttir okkar. Við vorum í heimsókn hjá tengdaforeldrum mínum. Og á leiðinni heim, þá erum við að keyra á Miklubrautinni og ég halla mér svona aðeins, ég átti dóttur minni, var eitthvað að sinna henni, þannig ég svona skökk í bílnum og allt í einu upp á þurru þá kemur bíll og keyrir inn í hliðina á okkar bíl. Og þegar ég svona að átta mig á því að við höfum lent í þessum árekstri, að þá byrjar hinn ökumaðurinn að keyra meira á bílinn okkar og svo treður hann sér og svo fer hann bara fram úr og svo fram hjá okkur og byrjar að keyra í burtu. Og ég þarna aftur í alveg, ég eitthvað öskrandi bílnúmerið og dóttir okkar náttúrulega hágrátandi og maðurinn minn bara í sjokki náttúrulega og svo bara keyrir hinn ökumaðurinn af stað og hann bara fyrir yfir að rauðu ljósi og við bara eitthvað eftir honum og bílar í kringum okkur að flauta og við erum að flauta og þetta er bara svaka, bara svona eins og ykkur bíómynd. Og svo keyrum við aðeins lengra eftir honum og á lokum stoppar hann og hann kemur út úr bílnum og lappar svona eitthvað að okkur og horfir á skemmtirnar á okkar bíl og segir, vesen. Og við hringdum sem sagt í lögregluna og kemur í ljós að hann var ölvaður. Og þetta atvik hafði mikil áhrif á líf mitt út af því að
þegar maður er með barn á brjósti að þá líka miklu mýkri og svo ég akkurat skökk og hann kemur akkurat og keyrir á mína hlið þannig að ég fæ eitthvað svona högg á líkamann sem ég þrítogna og svo fæ ég svona whiplash-einkenni í hálsinn og það þannig að það einhverjir svona ákveðnir vöðvar í hálsinum sem eru stórir og þeir taka yfir og þeir eru ekki gerðir til að halda höfðinu lengi uppi þannig að allt í einu átti ég erfitt með að halda uppi höfði og ég kom með króníska verki í líkamann eftir þetta og þarna var heldur betur tími fyrir sköpunargleðina því þarna var ég með mjög stórt vandamál sem ég dauðlangaði að leysa. Ég var með mikinn hvata að ná að komast í mitt hefðbundna líf. Ég var með mikinn hvata að sinna því og sinna dóttur minni af góðum krafti. Og þá hófst sköpunargleði ferðalagið mitt að ég fór að gera tilraunir og ég er náttúrulega búin að vera núna í 3,5 ára að gera tilraunir og ég er búin að pröfa alls konar. Ég er búin að pröfa nálastungur og hugleiðslu, ég er búin að skrifa dagbók, ég er búin að lesa endalaust af bókum og hlusta á podcast og vídeo og læra að lesa og svo náttúrulega þetta típiska fyrir göngutúra, nudd og ég byrjaði náttúrulega í sjúkraþjálfun og alls konar tilraunir og þetta náði aldrei þeim árangri sem ég óskaði mér og já, ísböð, ég var að pröfa með mataræði og bara miklu fleiri tilraunir en hérna og ég hafði þá alltaf þetta í huga, ef þú ert ekki komið þangað sem þú vilt, þá ert ekki búin að pröfa allt. Þannig að í hvert skiptið þegar ég var svona upplifað að ég var búin að pröfa einhverja tilraun og ég fann ekki niðurstöðuna, ég var ekki orðin eins og mig langaði að vera, að þá hugsa ég alltaf þetta, ok, það er bara eitthvað annað sem ég á eftir að pröfa. Ég ætla að leysa þetta vandamál, ég ætla að skapa lausnir sem koma mér á þann stað sem mig langar, þannig ég þarf bara að finna upp einhverju nýju. Þannig ég var alltaf með svona aðgerðaáætlun, þannig þegar til dæmis þegar nálastungur, það höfðu alveg góð áhrif á mig, en þegar ég var komið með einhvern verk í stóru tá alltaf þegar ég fór í hita eftir nálastungur og hugsaði, ok, þetta er ekki það sem ég er að vinna með núna og þannig ég fór alltaf að gera einhverjar fleiri tilraunir. Og núna er ég náttúrulega miklu betri, ég get haldið höfðinu uppi án þess að það taki mikið á og núna er ég ennþá þessari vegferð og stefni á að komast í besta form lífs míns og bara svona okkar á milli svo þið vitið hvernig besta form lífs míns var, eitt af því besta. Þá var ég með vinkonu minni og hún sagði einu sinni við mig, Birna, viltu ekki koma með mér í Bláalónsstrautina, ég held heiti það. Við hjólum úr Hafnarfirði í Bláalónið og ég er alltaf til að pröfa eitthvað nýtt og ég eitthvað, jú, endilega, pröfum það. Og svo fórum við í hjólkeppnina. Ég held að var liðna svona cirka 20 mínútur þegar ég var löngu hætt að sjá næst seinasta keppanda og svo fljótlega þá fór ég að heyra að það var bíll að nálgast mig og ég lít við og þá var þetta björgunarsveitabíllinn hann komið fyrir aftan mig og eftir svona 5 mínútur þar sem ég er búin að vera að hjóla og hlusta alltaf á björgunarsveitabíllinn fyrir aftan mig þá snýði mig við og segi, heyrðu, er ekki bara góð hugmynd ég set hjólið mitt á pallinn hjá ykkur og þeir skutli mér í Bláalónið og þeir samþyktu það. Þannig að þetta er sem sagt ég stefni að komast í betra formi en þetta, en samt á sama tíma þá var ég í mjög góða formi í fjallgönguformi, ég var að klífa Hvannadalshnjúk og í hlaupum og alls konar, þannig að ég stefni allan að þetta er þangað sem ég stefni. Og það er svo gott að hafa þessa sýn, þá veit maður, það skiptir svo miklu máli þegar maður er að skapa, hafa þessa sýn og svo að gera þessa tilraunir og læra af þeim. Og já, hvernig tengist þessi saga mín spurningunni sem ég ætla að svara í dag? Hvaða aðferðir geta starfsmenn notað til að nýta og efla sköpunargleði innan fyrirtækisins? Það er ju þannig að þetta er náttúrulega bara mjög góð saga sköpunargleði. Því að sköpunargleði, hún er nefnilega svo margt. Hún getur verið að tala að það séu svona mismunandi level af sköpunargleði, mismunandi stig og til dæmis sköpunargleði getur verið eitthvað sem er nýtt og nytsamlegt fyrir mig, eins og til dæmis að fara í heilun. Þetta er eitthvað nýtt og nytsamlegt fyrir mig. Og svo getur þetta verið nýtt og nytsamlegt fyrir fyrirtæki, eins og til dæmis einlega Lean. Þótt að mörg önnur fyrirtæki hafi gert það, en þá er það samt sköpunargleði fyrir önnur sem hafi ekki gert það áður. Og sköpunargleði getur líka verið eitthvað nýtt og nytsamlegt fyrir samfélög, eins og núna getur við til dæmis keypt mat á netinu og fengið hann heimsendan, sem var til í öðrum samfélögum áður en hann kom til Íslands. Og svo getur þetta líka verið eitthvað miklu stærra eins og til dæmis internetið, 3D-prentarinn, eitthvað svona miklu stærra.
Þannig að sköpunargleði, þetta svo rosalega vítt hugtak og á við svo margt og já, og þannig að litlu atriðin, að þau hjálpa okkur alltaf að efla sköpunargleðin okkar. Og sköpunargleði nefnilega dálítið svona eins og spírall, að rannsóknir benda á að því meira sem við sköpum, því meira skapandi verðum við. Og til dæmis bara ef ég að skapa nýju uppskrift sem ég að elda heima, þá ég alltaf að taka eitthvað lítið skref, ég að æfa mig í að vera skapandi. Þannig að það er svona litla levelið og svo kannski fer ég í vinnuna og þá ég búin að æfa mig og þá ég með miklu meiri svona trú á því að ég geti skapað og þá ég líklegri til að fara ofar í upp spíralinn þegar ég æfa mig á sem flestum sviðum. Og það er alveg ótrúlega margt sem hefur áhrif á sköpunargleðin okkar og það er búið að rannsaka sköpunargleði í einhver 70 ár og alveg ótrúlega mikið til þetta efni og það eru alls konar atriði sem hafa mikil áhrif, til dæmis okkar næsti yfirmaður, umhverfið hefur áhrif, hvernig okkur líður og já, það eru rosalega margir þættir sem hafa áhrif og búið að rannsaka. En mér langar að geta sagt eitthvað sem hefur mikið frá einhverju sem hefur mikið vogarafl. Og það eru litlir sigrar. En Dr. Amabil, hún mjög svona framúrskarandi rannsakandi á þessu sviði, að hún búin að búa til dæmis módelum hvað hefur áhrif á skapandi hugsun innan fyrirtækja og hún og Dr. Kramer að þau framkvæmdu aðra rannsókn til að athuga hvað það innan fyrirtækja sem ýtir undir sköpunargleðina. Og þau ákveðu að safna gögnum með því að biðja 328 eitthvað kringum þetta starfsmenn í mismunandi fyrirtækjum báðu þá að skrifa svona dagbók í lok hvers dags hvað þau gerðu yfir daginn og hvernig þeim leið. Og þau komust að því eftir að hafa lesið 12.000 dagbókarskrif að það sem hafði svo mikil áhrif á líðan starfsmanna og sköpunargleðina þeirra voru þessi litlu sigrar. Og litlir sigrar, samkvæmt þessari rannsókn, ýta undir starfsánægju og innri hvata og upplifun okkar af fyrirtækinu. Og þessi samsetning ýtir undir sköpunargleðina okkar. Við erum líklegir til að skapa þegar við höfum þessa jákvæðu upplifun af umhverfinu og starfinu. Og já, það er frekar sjaldgæft að við náum einhverjum svona risasigurum að við náum stóru markmiðunum okkar og að við náum að leysa eitthvað vandamál sem búið að vera lengi og alls konar þannig en þessi litlu sigrar, þeir geta verið daglegt brauð og þess vegna skipt svo miklu máli að einbeita sér að þeim. Og mér finnst þetta skemmtilegt að hugsa þetta dálítið eins og skugga, að það er eitthvað lítið sem getur samt búið til eitthvað stórt. Þessi litlu sigrar geta haft svo mikil áhrif. En það er ekki nóg að fólk nái hvaða litla sigri sem heldur skiptir máli að þetta sé sigur sem skiptir fólki máli. Þetta sé eitthvað þýðingarmikið fyrir viðkomandi. Þannig að til dæmis ef ég væri að ná einhverjum árangri í einhverju verkefni, bara sem dæmi, ég átti einu sinni að fylgja einhverjum leiðbeiningum fyrir eitt verkefni og ég sá engan tilgang með því, en þegar ég var búin að fylgja þeim leiðbeiningum, það var ekki sigur fyrir mér, þetta var svona, ok, búin að þessu, en ef þetta hefði skipt með einhverju máli, þá hefði líðan minni allt önnur. Og þess vegna, skiptir máli að þetta sé svona eitthvað sem er þýðingarmikið fyrir okkur, við séum að taka skref í það átt sem skiptir okkur máli. Og þess vegna skiptir þessi tilgangur í starfi og lífi mjög miklu máli. Og þegar við séum náum þessi litlum sigurum og sköpum og gerum eitthvað nýtt, að þá eflir það hamingjun okkar og gleði. Og mér þykir bara svo skemmtilegt það er saga sem segir að Albert Einstein hafi sagt að afstæðiskenningin var hamingjusamsta hugsun lífsins. Þannig að það getur haft svo mikil áhrif á okkur þegar við hugsum og sköpum. En svo er það annað sem að rannsókn Dr. Amabil og Dr. Kramer leiti í ljós, að það er þegar við fáum bakslög, að þá hefur það meiri áhrif og þá neikvæð áhrif á líðan okkar og sköpunargleðin okkar. Og
þess vegna skiptir svo miklu máli að vera meðvitið þessi bakslög, og dæmi bakslög eru til dæmis ef að ég var að koma með hugmynd og yfirmaður minn tæki illa í hana, eða ég á að skila einhverju af mér en ég í raun og veru ekki með auðlindirnar, ég hef ekki tíman til að skila af mér á réttum tíma, að þá það bakslag. Ég náði ekki að standa mig. Og bara almennt eins og Björgvin var að tala mistök, ef menningin þannig að það líta á mistök sem þannig að þú ert ekki nógu hæfur, að þá getur það verið bakslag. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við reynum að draga úr bakslögum og sem yfirmenn sérstaklega, reyna að passa að séu réttar auðlindir og tími og allt til að sinna verkefnunum, en ekki bara einhver kemur með hugmynd að þá bara já, gjör svo vel, hérna, þú átt að vinna meira út af því að þú komst með hugmynd. Heldur þarf að þá taka einhver önnur verkefni af, hjálpa einhver aðra að vinna í teimi og hjálpa fólki að raunverulega sinna verkefninu. Og og svo það þannig að lífið alltaf í andstæðum. Það ekki hægt að vera í gegnum lífið án þess að upplifa bakslög, en hvernig við upplifum bakslögin getur haft svo mikil áhrif á okkar líðan. Og þá langar mig að segja ykkur þessa sögu. En það var þannig að bóndinn okkur átti hest og einn daginn sleppur hesturinn hans og nágranni hans kemur til hans og segir mikið varstu óheppinn, bara hesturinn farinn. Og þá svarar bóndinn, gott eða slæmt, það erfitt að segja til það. Og nokkrum dögum síðar kemur hesturinn tilbaka og hann með hóp af öðrum hestum með sér. Og þá kemur nágranni, hvað rosalega varstu heppinn, fækst alla þessa hesta? Og þá segir bóndinn aftur, gott eða slæmt, það erfitt að segja til það. Nokkru síðar sonur bóndans að reyna að temja einn af 9 hestunum og hann dettur á baki og fótbrotnar. Og nágranninn aftur mættur og segir, nei, því líka óhefni, bara fótbrotinn. Og þá svarar bóndinn aftur, gott eða slæmt, það erfitt að segja til það. Og nokkrum dögum síðar kemur maður á vegum hersins og ætlaði að fara að biðja soninn að koma í herinn, hann sér hann fótbrotinn og segir, nei, þú kemur ekki með okkur í herinn. Og þá segir aftur nágranninn, því líka lukka. Og aftur svarar bóndinn, gott eða slæmt, það erfitt að segja til það. Og boðskapurinn með þessari sögu að þegar við fáum bakslög, að þegar við upplifum þessi bakslög sem alltaf í lífinu okkar, að þá raunverulega vitum við ekki hvort það sé gott eða slæmt. Og það ýmsar útgáfur af þessu, en mér finnst þetta skemmtilegt quote, en tala að Thomas Edison hefði sagt, mér hefur ekki mistekist, ég hef einungis fundið 10.000 leiðir sem virka ekki. Þannig að við lítum á það alltaf þegar við gerum mistök, að ég kýs að kalla það frekar tilraunir og að við lítum á það eins og Edison, þetta bara tilraunir, þetta lærdómur, þetta þroskar okkur, við lærum eitthvað af þessu og gott eða slæmt, við vitum ofta ekki hvert það leiðir okkur. Og já, ég heyrði einu sinni að var einhver maður sem gerði alveg svakalega mistök í fyrirtækinu og hann boðið þær á fund með yfirmannum sínum og yfirmaðurinn sest með honum og starfsmannum segir, jæja, er það að segja mér upp? Og þá svarar yfirmaðurinn, nei, af hverju ætti ég að segja þér upp þegar ég er búin að borga alveg milljónir fyrir því í kennslu, því að mistökin kostuðu svo mikið. Þannig að mér skiptir svo miklu máli að þegar við gerum einhver mistök, þá það svo mikið lærdómur í því, við erum miklu ólíklegir til að endurtaka þessi mistök. Þannig að það skiptir svo miklu máli að líta það þannig. Ok, það er búið að borga mjög háa upp að í kennslu og lærdóm fyrir þennan. Og já, og svo bara þegar við upplifum bakslög þá finnst mér líka mjög gott að vera meðvituð að við erum með hluta af heilanum okkar sem við kallar eðluheili og þessi heili mjög gamall, þannig að hann í takt við gamla tíma og til dæmis eins og að tala fyrir framan hóp af fólki eða myndavélin í dag að þá sendir þessi eðluheili skilaboð, ok, ertu örugg, er þetta málið, átt að vera að gera þig svona berskjaldaða og ég veit að það í lagi að tala en eðluheilin sendir þessi skilaboð og þá get ég bara meðvitað að tekja á móti þeim og segja, já, takk fyrir skilaboðin, ég ætla samt að tala í dag, þetta öruggt og svo það líka það að við getum svo mikið haft áhrif á upplifun okkar, þannig að þegar eðluheilin sendir þessi skilaboð
að þá fyrir líkamann minn að búa til svona ákveðna tilfinningu í líkamannum og tilfinningin að vera stressuð fyrir einhverju og vera spennt, það rosalega svipuð tilfinning í líkamannum. Þannig í staðan fyrir að segja, ég svo stressuð fyrir þessu, að þá segja ég bara, ég svo spennt fyrir að tala í dag. Þannig við getum haft svo mikil áhrif á þessa upplifun. Og ég las nýlega að gera rannsókn í Noregi að fólk sem býr þar, eins og við væri ekki mikla sól og á veturna og rannsóknin var að skoða hvað áhrif veturinn að hafa á fólk. Og það kom í ljós að því norðar sem farið var að því jákvæðri upplifun hafði fólk af vetrinum, svona meðaltali. Og þá er þetta skoðað að þau sem bjuggu við þessa þetta meira myrkur, að þau horfðu frekar á alltaf jákvæða. Bara, svo notalegt það kemur vetur að sitja við arineldinn eða vera með kertaljós og heitan bolla og fara út í að gönguskíði, leika í snjónum og þau horfðu alltaf jákvæða við veturinn. Og þau sem voru með þetta hugarfar, svona þetta growth mindset, að þau upplifðu miklu minna skammdegis þunglindi hjá þessu fólki. Þannig að það er ótrúlega oft hægt að hafa áhrif á líðan okkar með hugsunum. Og eins og í endurhæfingarferlinu mínu þá hugsanir hafa rosalega mikil áhrif á verki og við lærðum að í staðan fyrir að segja mér er svo illt í bakinu að þá maður að segja eitthvað kjánalegt, eitthvað sem gerir þetta svona léttara og skemmtilegra og þá var mælt með að segja til dæmis ég er með mikla banana í bakinu þannig bara til að upplifunin væri skemmtilegri og það hefur raunverulega áhrif á verki. Og svo hlutverk yfirmanna er ótrúlega mikilvægt og því vona ég svo innilega á þessum tímum að fyrirtæki sé að fjárfesti í stuðningi og aðstoð fyrir yfirmenn til þess að þeir geti haft þessi jákvæð áhrif á sköpunargleðina. Og þegar yfirmenn hjálpa starfsmönnum að ná þessum árangri, þau eru að vinna þessari sömu sýn og þau hjálpa starfsmönnum að fjarlæga hindranir þegar þau geta það og veita stuðning og rós og allt þetta klassíska. Og þetta hljómar náttúrulega rosalega auðvelt og þetta hljómar bara eins og stjórnendaþjálfun 101 eða jafnvel common sense, en rannsóknir Dr. Amabile og Dr. Kramer benda því miður á að þetta er allt of sjaldan notað, að allt of fáir yfirmenn eru raunverulega að sinna þessu hlutverki sínu. Þannig endilega að einhver er í þessu hlutverki sem er að horfa að leggja ekstra áherslu á þetta að styðja við starfsmenn á þessum tímum sem að sköpunargleðin skiptir gífurlegu máli. Og Dr. Amabile og Dr. Kramer þau mæla með því að yfirmenn fari yfir ákveðin gátlista í lok hvers dags. Þegar dagurinn er liðinn þá mæla þau með að gera síðan áætlun hvaða eina atriðið getur gert næsta vinnudag til þess að auðvelda litla sigra daginn eftir. Og undir YouTube-vídeónu er hlekkur í þennan gátlista, þannig að allir sem hafa áhuga geta nálgast þennan gátlista og þetta er sem Dr. Amabile og Dr. Kramer byggu til og það er mælt með að yfirmenn fara alltaf yfir þennan lista til þess að vera meðvitað þegar þau eru í raun hindrun og eru ekki að ýta undir þessa litlu sigra, að þá getur maður breytt því. Og svo er þetta hins vegar að fjarlæga hindranir og aðstoða starfsmenn við að ná þessum litlu sigrum. Þannig að þau rannsakendurnir, Amabile og Kramer, þau mæla með að yfirmenn einbeiti sér ekki að því að stýra fyrirtæki eða stýra starfsmönnum, heldur í raun að stýra litlum sigrum. Og þau tala að ef við einbeitum okkur að því að stýra þessum litlu sigrum, að þá miklu auðveldara að leiða fyrirtæki og fólk áfram að sýninni þessar sameiginlegu sýn. Og svona samantektin mín, þannig að það skiptir miklu máli að vita hvert og af hverju erum við að fara þangað, þannig að það sé þessi tilgangur, þetta sé eitthvað, við erum að taka skref að einhverju þýðingamiklu
og svo vera meðvituð hvaða litlu sigrum getum við náð á hverjum degi, eins og til dæmis bara sem starfsmaður get ég gert hérna lítinn checklista með bara einhverjum kannski 2 atriðum og svo tekka í bóksinu og ég náði við sigrinum. Og svo þegar bakslögin koma, þegar þau koma alltaf, að þá getum við breytt upplifun okkar á þeim. Og svo mæli ég með að yfirmenn fari daglega yfir þennan gátlista og æfi sig í því. Og sköpunargleði er mitt helsta áhugamál, þannig að endilega ef þið viljið eitthvað spjalla meira það, að með sendum við post á birna@sköpunargleði.is og svo ég ofta að posta á LinkedIn alls konar því sem ég að velta fyrir mér sköpunargleði og notendanafnið Birna DB ef þið hefa áhuga. Takk fyrir mig. Jú, förborðið. Hvað segir þá, Þorsteinn? Ég segi bara allt gott og hérna, mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir þessi frábæru erindi og fróðlegu og nú ætla ég að fara að kanna hvort að við séum ekki komið með einhverjar spurningar til ykkar. Já. Ég er alveg sannfærður að þær eru að hrúast inn hérna. Sjá, komast inn á þarna, komast inn á streymið sko. Sjá. Meðan við hingurum, má ég spyrja Björgvin, hvað gerir þú til að komast yfir, að þora að gera mistök? Sko, það sem mér finnst spennandi í að reyna að svara þessu er að svona, ég trúi því að ef maður horfir þetta ekki bara á sjálfur sér, heldur út frá því umhverfi sem maður er í, þá sé það, ef að mistök, eða það að gera mistök, eða reyna, eða prófa, ef það verður hluti af fyrirtækja bragnum, þú þarft einhvern veginn ekki að kenna fólki að gera það, heldur að það sé augljóst að fá að gera það, þá ertu búin að ná sigrinum og ég er ekkert vissum að ég hafi nokkurn tímann náð því eða verið í umhverfi sem nær því. Á ég hvað að færa mig? Já, ég veit ekki hvernig að gera það. Já, kemur María í baksýnisspeglinum að hjálpa okkur. Takk María. Ég segi sko, ég held að ef fyrirtæki nær því að þessi hugsun verði náttúruleg, þá gerist þetta. Og ég er mikill áhugamaður Tony C. Eða hvað maður segir, sem forstjóri Zappos, sem var nú uppalega bara skófyrirtæki og skrifaði skemmtilega bók sem heitir Delivering Happiness, ég mæli eindregið með. Það sem 1/3 fjallar það hvernig þau nota gildi fyrirtækisins til þess að drífa framúrskarandi þjónustu. Og hjá Zappos er það þannig að það eru mjög fáar reglur, það eru bara 10 reglur og það eru engar aðrar reglur. Þannig að allt sem við gera rammast innan þess einfalda ramma. Og þar eru svona alls konar hluti sem eru óvinlegir og ef þú sæir gildi Zappos þá myndir þú þekkja þau á svona glæru þar sem eru gildi fyrirtækja, þar sem flest hinn getur verið fyrirtæki allra hinna fyrirtækjana. Og ég held að það sé það sem er svo spennandi ef þú nær því er að láta hægðuna sem þú vilt kalla fram verða náttúrulega og verða hluti af fyrirtækja bragnum. Þannig ég held að sé rosalega erfitt að drífa svona menningarbreytingu, að það er að segja að búa til kúltúr þar sem fólk þorir og er ekki refsað heldur veluna fyrir að taka svona sjansa og gera sig grein fyrir því að þetta mun geta gengið upp og þetta mun líka geta klikkað og það kannski allt í lagi. Þú gerir það ekki auðveldlega nema þetta sé alveg í hjarta fyrirtækisins. Eins og það sem þú sagðir að ef ég klúður ykkur rosalegu og því sé fagnað sem mínum lærdómi, það er ekki að fara að gerast nema að þessi menning sé alveg í innsta kjarna fyrirtækisins. Ef þetta er bara eitthvað sem einhverjum einum stjórnandi dettur í hug, þá er hann bara rekinn fyrir að reka þig ekki. Sko. Þannig ég held að það sé þannig að ég held ef að menningin og gildin eru að styðja þetta, þá gerur venjulegu fólki kleift að ná óvenjulegum árangri í þessa átt. Sko. Ótrúlega langt svar sem mást bara gera til þess að redda Þorsteini út úr glandrinu. Það er við erum með nokkrar spurningar og
Kannski fyrsta spurningin hérna sem er kannski sniðugt að beina til þín, Birna, þá. Það er að hvernig geta starfsmenn haft áhrif á afstöðu yfirmanna gagnvart litlu sigrunum? Hvernig geta starfsmenn í rauninni hjálpað yfirmönnunum að verða þá betri gagnvart þessu? Já, þessu sviði. Sko, yfirmenn hafa nefnilega gífurlega áhrif að til dæmis gæti einn starfsmaður unni hjá fyrirtæki og verið alveg að blómstra og bara allir að tala hvað hann standi sig vel, svo fer hann í annað fyrirtæki og með annan yfirmann sem er ekki að efla hann og gera hann góðan, að þá geti starfsmaðurinn verið talinn ekki að standa sig. En það er til að yfirmenn hafa svo mikil áhrif á skilvirkni okkar í starfi. Og já, ef maður væri starfsmaður með yfirmann sem væri kannski þá eflust ekki að styðja mann í þessu, ég myndi fara að huga því hvernig getur maður selt þeim hugmyndina, út í það núna er náttúrulega mjög augljóst að sköpunargleði er mikilvæg og ef maður er með yfirmann sem er að einbeita sér að kannski að skýra niður eða að ná árangri, tekja fleiri box, að maður selji hugmyndina á því tungumáli sem yfirmaðurinn talar, að yfirmaðurinn sjá ávinningin í þessu, að það sé eitthvað sem hann græði á þessu og já, og það er náttúrulega bara nokkuð ljóst að sköpunargleði er mikilvæg, að ef maður setur creativity at work í Google, að það er eitthvað, ég held að sé eitthvað 470 milljón niðurstöður og á þessu ári hafa bæst við, held ég, eitthvað 400, nei, veit ég hvað segi, 400, nei, það er allan bæst eitthvað alveg 100 milljóna niðurstöðum á Google leitavélina sköpunargleði í starfi og þetta er svo ofsalega mikilvægt hlutverk, eða svona mikilvægt efni í nútímanum og sérstaklega fjórða iðnbyltingin, hún var að óska eftir þessari sköpunargleði og núna COVID í þokkabót, þannig ég held að það bara eiginlega aldrei verið svona mikilvægt að skapa á nú, þannig að maður getur selt yfirmanninum þessa hugmynd á hans tungumáli, það held að geti haft áhrif. Takk. Hérna er önnur spurning sem ég veit ekki, það er kannski bara fá ykkur bæði til þess að fjalla um hana. Hversu oft er það sem að hlutir misheppnast, ekki vegna þess að mistök hafi verið gerð, heldur vegna þess að væntingarnar voru rangar? Og hvað veldur því að væntingarnar eru rangar og hvernig minkum við hættuna á röngum væntingum? Hvað bjóð þér að byrja? Ég held að það sé nú næsti svona svipa svar sem þú tala um áðan, það er að segja, þessi opnu samskipti sem ég var að nefna áðan og svona hæfi til að setja því í spor yfirmannsins eða sérfræðingsins eða hvað sem er að þetta er bara svolítið eins og samningaviðræður, ef þú ert að semja við einhvern þá þarf þetta einhvern veginn að átta það í hvað er það sem skiptir viðkomandi máli í þeim samningaviðræðum. Það er kannski ekki endilega verðið, það er kannski afhendingartíminn eða eitthvað slíkt. Þannig ég held að þessu dæmi ef að væntingum er stillt upp í upphafi á rangan hátt, þá ertu náttúrulega í smá vandræðum. Ég held að þetta komi aftur, ég er svolítið hrifinn að ég bara hugsa þetta alveg í kjarnanum á fyrirtækinu. Ef að gildin eða framtíðarsýnin eða svona leiðilegs fyrirtækina rammar ekki, mátar sig ekki saman við það sem þú ert að reyna að ná fram, þá er held ég svolítið hætt á því að væntingar þeirra sem er að vinna verkinu versus þeirra sem kannski bera ábyrgð á því eða fjármagna eða stýra því, séu ekki alveg í flúti, Já, akkurat. Og svo er náttúrulega að tala um að við það er algengt að ofmeta hvað við getum gert á einu ári en við vanmetum hvað við getum gert á 10. Þannig að við einmitt bara vera meðvituð þetta að vera með raunhæfar væntingar. Það er þessi klassíska Bill Gates sem stundum eignar þetta kvótan 2 og 10 ár held ég. Það er þess að þú varst að tala um hvernig fæ ég yfirmann áðan. Ég held þessi líka bara sama því að þú segir sköpunarkraft og það er það sem þú brennur fyrir. En ef þú segir kannski við yfirmannin að þú sérst að bæta fyrirtækið eða breyta því eða styrkja það,
það er kannski bara, þú ert byggð á sama, sko. Já, En það er auðveldar að byggja yfirmannin að bæta Já. eða breyta eða þú veist, laga eitthvað sem er að. En þú ætlar að skapa nýja lausnir, sko. Það er auðveldar að kannski að fá þig til að gera það ef ég segi, þú eru að vera meira skapandi til þess að gera þetta. En ef að Þorsteinn er yfirmaðurinn, þá kannski segir hann við okkur, segjum við hann, ég verði að hjálpa þér að bæta deildina eða bæta fyrirtæki, sko. Græða meiri pening kannski bara. Já, þú græðir miklu meira á því sem gera sem ég er að byrja, sko. Þannig að kannski er þetta líka bara það, sko. Og líka til þess að vita þetta tungumál, þá skiptir þessi virka hlustun svo miklu máli. Að við raunverulega hlustum og einbeitum okkar að henni. Ok, hérna er en spurning. Já, takk fyrir frábæri erindi Björgvin og Birna. Getið þið sagt frá dæmum hvernig sköpunargleði hefur verið markvisst virkjuð í opinberu umhverfi þar sem lagaumhverfið og formið er stífara? Það er geggjað, sko. Já. Auðvitað, já, Birna, þú mátt að gera undan meðan ég hugsa þess. Já, þú hugsaður eitthvað flott. Hérna, það sem ég bara þetta í hug er sko náttúrulega að það er oft talað að hvar vill fólk alls ekki fá sköpunargleðina og það er inn í endurskoðendasvið. Fólk vil alls ekki að sé skapa þar, en sköpunargleði er bara svo vítt hugtak að þá akkurat á endurskoðunarsviði á að vera sköpunargleði. Því að til dæmis bara núna tæknin, hún er að taka svo mikið yfir alls konar á þessu sviði og já, bara sköpunargleði, hún er svo vítt hugtak að það ættu einmitt bara allir að einbeita sér að því að skapa og þetta getur verið eitthvað lítið og þetta getur verið eitthvað stórt. Þannig að ég mæli, já, bara, ég er ekki með beint eitthvað ákveðið dæmi í huga. Þetta var mjög gott, sko, ég fekk tíma til að hugsa. Já, flott, takk fyrir með þetta. Sko, það sem ég hugsa er hann Andri, sem núna er með besta titil Íslands, sem er sko stafrænt leiðtogi Íslenska ríkisins og stýrir stafrænt Ísland verkefninu. Í mínum huga, þú veist, er hann svona breytingastjóri Íslands, þú veist, hins opinbera. Hann er að hjálpa ríkisstofnunum að breyta og kannski er það bara því að þannig er ég kalla þetta eiginlega bara breytingar, sko, þú veist, sköpunarkraftur, sköpunargleði, þetta er sami hluturinn að einhverju leyti, bara það er auðveldar að selja þingmönnunum eða hinu opinbera að við séum að vinna á umbótum, eða við séum að bæta ríkisstofnanir. Þar hefur bara það sem Andri, sem var í Bandaríkjunum og vann þar, hann hefur náð að búa til brag innan fjármálaráðuneytisins, hann er starfsmaður fjármálaráðuneytisins, það sem er sko vinnulag frumkvöðursins komið inn í sko innsta kjarna hins opinbera og við erum að sjá verða til lausnir fyrir mismunandi ríkisstofnanir í gegnum þennan farveg á miklum hraða, alls konar hluti sem einhverjir voru að pönkast í en höfðu ekki, maður fer aftur í þessar breytingaöfni og síðan svo hreyfina, þú veist, hvatana og rísósuna til þess að gera þetta eins hratt eins og þörfin krefur. Það voru hægar breytingar, það voru allir þessi hlutir sem við vildum ekki gerast. En af því við bjuggum til strúktúrinn og kúltúrinn og hvatana og aðgerðaplanið, þá er að vera breytingar í hinu opinbera í stafrænni þróun og stafrænu verkefni þar sem, þú veist, í staðan fyrir að þurfa að koma til þín og skrifa undir 15 pappíra, þá get ég bara gert þetta sjálfur með ferli sem er miklu betra og þá var sko held ég hef ekki rætt þetta í þaula við andra en ég held sko að markmiðið stundum verið ekki bæta sig 10%, heldur bæta sig 90%. Sko. Við ætlum ekki að stytta biðtímann 10 sekúndur, við stytta hann 4 daga. Sko. Og ég held að það sé eitthvað sem opinbera þeir sem starfa í stjórnsýslunni eða hjá ríkisstofnunum eigi að fjárfesta tíma í það núna, skilja tækifæri sem felast í þessari breytingu hjá stafrænu Íslandi, af því að þar er komið plattform sem var ekki til staðar áður og held ég geti verið gríðarlega kraftmikið í að breyta Íslandi og skapa í opinberri þjónustu. Við heldum séum á 24. sæti eitthvað slags á lista yfir svona mest skapandi samfélög í heimi og nágrannar okkar eru flestir topp 5. Ég held að næsta ári og það næsta, talandi kannski svolítið stóri sigrar eða markmið, Andri og hans kollegar og hans bakland í ráðuneytunum sé með þarna á
töflunni hún sér að við ætlum að fara úr 24 í 3 eða 2 eða 1 eða eitthvað innan 5 ára. Frábært. Ég held að þetta sé Þetta er skemmtilegt saga, dæmi en það er kannski líka áhugavert að velta fyrir sig sko, í þessu samhengi kannski svona eyjar sem að verða til sko, í þessu vegna þess að nú er til dæmis ein ríkisstofnun sem að hefur í rauninni farið í þessa vegferð og fór í þessa vegferð fyrir sko áratugum síðan sem er ríkisskattstjóri. Sko, ég veit ekki fyrir þá sem að muna hvernig það var að gera skattskýrslur hérna áður en að þetta var allt komið sko, að þetta var náttúrulega bara höfuðverkur hverju einasta ári og núna er þetta orðið þannig að þú gerir ekki neitt. Þú gerir í rauninni ekki neitt. Þú ferð inn á einhverja síðu, þú smellir á OK og þá er þetta búið sko. Og þetta er náttúrulega, og þarna er verkefni sem fer á stað fyrir löngu síðan og er síðan bara stöðferð búið að vera að batna sko. Það byrjar með því að það er einn maður sem hefur þetta starf í þarna stofnuninni og síðan er þetta bara keyrt áfram svona og núna virðist vera sem sagt að þegar maður horfir á það hvernig þetta er að þróast í þeim sko, að þá er greinilega sko þarna þetta er bara orðið svona kjarni í starfseminni, það er það að vera sífellt að bæta, vera sífellt að bæta þessu þjónustu upplifun hjá hérna notendum. Það hefði verið ekkert mál fyrir skattir að gera það ekki. Það er eiginlega það sem er flottast við. Það hefði verið ekkert mál nefnilega, já. Það er bara gerði allir sína skattskýrslu, þú bara gerir hann og mér er bara alveg saman það. Og bara ef þú skilar hann sent, þá er sagt sko. Og það er bara okkar hlutverk sko. Þetta er frábært dæmi. Ég hlusta að Skúla Eggert tala þetta hérna meðal annars og það er mjög inspírerandi að heyra að svona opinberan starfsmann tala af svona miklum eldmóðum svona breytingar og við munum örugglega sjá miklu meira af því núna. Nákvæmlega sko, nákvæmlega. Nú hérna er spurning að því að verið að tala um hackathon og það er farið í svona verkefni og svo verður ekkert úr því. Að hversu miklu leyti getur verið að vandinn liggi kannski í því að það byrjaði að finna lausnir áður að það eru rauninni búið að finna ræturnar að vandamálunum sem á að leysa. Sko, já, eins og ég sé sköpunargleði og eins og hérna ég er að skoða í doktorsrannsóknunum því sem ég tengist því að sköpunargleði er hérna þetta hugsana mynstur sem leiðir af sér eitthvað nýtt og nytsamlegt og þetta hugsana mynstur að þá skiptir svo miklu máli að vera meðvitaður allar forsendur sem við gefum okkur eins og þessi klassíska saga hérna það var ekki kalkún sem var alltaf skorinn í tvennt að hann var settur í ofn og svo fór þetta svona á milli kynslóða og svo var einn kynslóðin sem sagði af hverju erum við að skera hennar kalkún í tvennt og það var bara til að langa mann var með allt og lítinn ofn, hún kom bara hálfum í einu inn þannig að sköpunargleði ferlið er svo mikið þetta að athuga hvað forsendur erum við að gefa okkur, eru forsendurnar í raun og veru réttar og sannar. Þannig að mér finnst þetta að vera hluti af sköpunargleði ferlinu að greina vandamálið og eins og Albert Einstein talaði að hann eyði 90% í að greina vandamálið ef hann hefði hvernig var þetta aftur? Ef hann hefði klukkutíma til að leysa eitthvað vandamál þá myndi hann eyða held ég 50 mínútum í að greina vandamálið og 10 mínútum í að koma með spurningar til að leysa vandamálið. Þannig að þessi greining hún er svo mikið hluti af sköpunargleði ferlinu og raunverulega meta hvað er það í raun og veru og spyrja spurninga og þessi klassíska spurninga spyrja af hverju. Það er til dæmis stórt fyrirtæki í Brasilíu sem heitir Semco Partners og forstjórinn spyr alltaf af hverju og það er í menningu fyrirtækisins að áður en einhver ákvörðun er tekin að það er alltaf spurt 3 sinnum af hverju. Það farið svona dýpar ofan í og þetta er alveg mjög skapandi og flott fyrirtæki. Þannig að mér finnst þetta svona hluti af sköpunargleðiferlinu. Ég held, þetta er frábær punktur því að við þessi hackathon ég vil ekki hljóma eins og þetta sé versta hugmynd í heimi eitthvað svoleiðis en ég held að sé algjörlega það sem gerist er að það fær einhver hugmynd að gera hackathon en það er ekki búið að spyrja alveg nógu margar spurninga þegar þú fer af stað oft á tíðum. Það er að bæði af hverju erum við að gera þetta, hvernig ætlum við að gera þetta og hvernig ætlum við að fylgja því eftir
og þetta sé frábært tækifæri fyrir fyrirtæki að breytast, sko, ef rétt úr spila. En ég svona svektur út í sjálfan mig, sko, hafandi gert þetta nokkru sinnum, án þess að það skili neinu árangri, sko. Og það svolítið leiðilegt, sko, því að auðvitað, þú veist, ég var að tala á þetta, fagna mistökum, sko, en þá verður maður líka að læra af þeim, sko. Og ég held að svona hackathon geti nefnilega haft mjög svona fjölbreytt hlutverk, sko, bæði að kenna stjórnendum, þú veist, sýna starfsfólkinu að það sé hægt að breyta, sko. En það getur líka bara verið svolítið leiðilegur lærdómur ef þú ert að fjárfesta í svona vegferð sjálfur og taka þátt í einhverju vinnu sem þú varst ekki endilega beðinn að gera og koma svo bara að því að fyrirtæki ætla ekki að gera neitt við þetta, sko. Nákvæmlega. Og líka annað með þessi hackathon að þetta alltaf sett upp svona oft sem keppni á milli starfsfólks. Þannig að starfsfólk að keppast að koma með bestu hugmyndina og svo einhver sem vinnur, en að mínum mati þetta alltaf verið að skapa menningu sem þá, sko, þeir ekki að vinna saman til að skapa eitthvað, heldur þetta orðið keppni og þetta orðið árlegt og þú veist að það að fara að koma að þessu og þeir langir að vinna, það svo gaman að vinna, að þá þetta frekar kannski orðið, sko, að þeir ekki sem heild fyrirtæki, heldur svona innan þess einhver keppni og einhver sem tapar og einhver sem vinnur í staðan fyrir en fyrirtæki getur verið að keppa á móti öðrum fyrirtækjum og þannig að nýta þetta tól til þess að ýta undir þessa þjálfun að efla sig í skapandi hugsun. Þannig að þetta í rauninni að hackathoni verði eitthvað svona sjálfstætt fyrirbæri sem er í rauninni ekkert í tengslu við daglega rekstur fyrirtækisins. Það verður svona bara síló, sílóið eiginlega, sko. Já, gæti verið þannig, já. Gerðu þetta endilega, þú veist, prófið á endilega, en spurðu fyrst nokkra spurninga áður og fyrst. Já, akkurat. Nákvæmlega. Kannski á við allt í lífinu, Já. En þetta væri svo miklu betra og miklu svona kraftmeira ef þú væri með á hreinu, þú veist búin að gera hackathoni hvort þú náður árangri, sko. Og þú veist bara aðeins að pæla í, sko, hvað árangursmælikvarða eða hverju ætlar hann að fram, sko. Gæti verið bara allt sem að ég vil að fólk í ólíkum deildum vinni saman. Akkurat, já. Nákvæmlega. Sko við erum í rauninni ekki með fleiri spurningar frá þáttakendum, þannig að það er ekki nefn bara því sem við lausn á COVID, sko. Sem eru kannski með. Já, mér finnst dálítið skemmtilegt að hugsa COVID, sko, eins og þetta þegar ég lendi í þessu bílslysi eða einhver ákvörðun einhvers manns gat haft svona gífurleg áhrif á líf mitt og þá þetta hugarfar að vera með þetta silver lining hugarfar og ég kýs að trúa öllu sem ég finnst að jákvæð áhrif á mig, þannig ég trúi því að ég átti bara að lenda í þessu, líkurnar á því ég var akkurat þarna á þessum tímapunkti og eitthvað, ég átti bara að lenda í þessu og ég held ég hef bara aldrei verið hamingjusamur í lífinu, að þetta kendi mér svo margt, það kendi mér, sko, tilfinningar mínar og bara ótrúlega margt, þannig að núna stundum ég í göngutúr og ég sé bara eitthvað tré og ég bara, veist, ég verið að springa úr hamingju og bara fjölskylda mín og dóttir mín og eitthvað, þetta er bara svona, já, þetta hafði mjög góð áhrif á mig og ég held að ef maður horfir á COVID sem þroska tækifæri og maður horfir á það að góða við það, auðvitað skilur koma alls konar áskoranir en eftir hvernig maður horfir á þetta og hvernig maður vinnur með þetta, ég held að geti haft svo mikil áhrif og þetta er frábært tækifæri til þess að fólk fari að skapa, fari að æfa sig og blómstra, þannig að ég held það ef við horfum á það með þessum augum að það geti haft góð áhrif. Ég fæ að klóra bara hjá mér, sko, ég bara þakka þér Þorsteinn fyrir að hafa bóðið mér að taka þátt í þessu og Birnu fyrir að leyfa okkur að hlusta á þig. Ég ítreka bara sem Birna sagði áðan, ég mæli með að þið fylgist með henni á LinkedIn, hún er skemmtileg og sniðug og skapandi, ótrúlega satt, en eða ekki ótrúlegt, og færir svona nýja vitin í fullt af umræðum og ég held að þið sem svona fylgið henni á Facebook myndir bara læra fullt og það er bara svona inspírandi að hitta svona unga, efnilega konu og dóttursnema sem verður að gera svona sniða hluti, þannig ég er bara þakkláttur fyrir að hafa svona kynst ykkur og vera með ykkur í dag, sko. Já, sömuleiðis. Það er dettin hérna, við dettum ekkert út klukkan 10, er það? Nei, bara dettin hérna einn spurning í viðbót. Eru skipurit fyrirtækja hamlandi fyrir sköpunarkraft?
það kannski barn síns tíma og nýtt fyrirkomulag, ekki eins formfast og lagskipt æskilegra. Hvað segir það? Sko, mér langar að byrja á að svara þessu út frá minni sín að hérna ein hluti af doktorsrannsóknum minni snýr meðal annars að ég sem sagt mikið rannsaka þjónustu forystu og ég er að athuga hvernig sköpunargleði og þjónustu forystu tengist og það sem ég er að lesa, það bendir til þess að þessi skýra starfslýsing, hún hefur jákvæð áhrif á sköpunargleðin okkar og þegar við vitum hvað það er sem við viljum skapa, þegar við erum með skýran ramma en hefum frelsi til að haga okkur eins og við viljum innan rammans, að þá er líklega til að við sköpum og sjáum lausnir. Og það talaðum við sem að hluta heilanum okkar er hérna kallaður RAS, Reticular Activating System, og hann virkar þáttið eins og okkar persónulegi ritari. Þannig að til dæmis vita fæstir örugglega hvernig þeim líður í litlu tá á hægri fæti, en hérna út af því að heilinn hann lætur okkur fá mikilvægustu upplýsingarnar og þegar við erum að skapa og þegar við segjum heilanum okkar, heyrðu, ég er að skapa innan þessa ramma, að þá líklega þessi hluti heilan sem er oft talað eins og persónulegi ritari okkar, að það líklega hann taki inn upplýsingar sem eru eiga við. Þannig að ég er mjög hlynnt í að við séum með hennar ramma en síðan frelsi innan hans. Ef ég takk þetta bara þá sko, ef ég horfa á fyrirtæki og stefnubundin þeirra bara svona klassíska píramídar sko, það er með framtíðarsýn og gildi og markmið og svo einhver svona árangursmælikvarða til næstu 3 ára eða eitthvað svoleiðis, svo með skipuriti þarna bakvið. Sko, ég held að það að breyta skipuritinu hafi minni áhrif heldur en að breyta því sem er fyrir ofan. Það er að segja sko, ef að sýnin er skýr, gildin eru skýr, markmiðin eru skýr, þá getur þú náð markmiðum breytingar eða sköpunarkraft innan einhvers skipurits. Ef að það er ljóst, sko, sem er svolítið sem þú veist að segja, Birna, er að ég hef meiri trú á því að rétt sýn, rétt markmið og rétt gildi geti breytt fyrirtækinu, heldur en ef þú hefðir ekki þá sýn eða þau gildi og þau markmið og eitthvað svona holokrasi skipuritt, sko. Ég er ekki viss um að það myndi verða betra, sko. Þannig að ég myndi frekar byrja að spurja mig stóru spurningarnar á hverju er ég að þessu, hverju viljum við ná fram, hvernig fyrirtæki viljum við búa til og byggja upp. Það sé mikilvægara heldur en nákvæmlega hvernig þessi kassar eru og ég held að ég tek alveg undir sem þú sagðir varðandi skýra ábyrgð og skýr hlutverk og slíkt sko. En það er bara ef að þú ert skýr í því að þú ert að fókusera á lágmarka mistök eða hámarka ráðdeild eða auka einfaldleika, þá ertu örugglega ekki að gera hitt sko. Stefnumótun og fyrirtæki sem snýst alltaf val og þú þarft að því skýrar sem þú ert að velja því líklega þú náir því sem þú ert að velja, þarna er bara lykilþáttur í því sko. Takk. Þá erum við ekki með fleiri spurningar, þannig að mér langar bara til þess að þakka ykkur alveg kærlega fyrir hönd stefnumótunarhóp Stjórnvísi að fyrir þessi erindi, frábæru erindi og gagnlegu umræður og mér langar til þess að þakka Deloitte sérstaklega vel fyrir allan þann undirbúning, Marius ekki síst sem hefur staðið í ströngu við að gera þetta alltaf veruleika og Tjarnargötuna þetta fyrir tæknilega stuðning og það að ganga þannig frá hlutunum að við séum með þetta í sem bestu gæðum. Þannig að nú bara göngum við út í daginn, nú vitum við hvað við þurfum að gera, nú getum við bara farið að skapa og ef við lítum út úr gluggann þá sjáum við að það er veður til að skapa. Takk. Takk hérlega. Takk fyrir mig.